Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og verður velkomin í þátt nummer 36 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem að ég er búin að vera að hugsa aðeins upp á síðkastið og er farin að rekast á meir og meir í mínum daglegu pælingum tungumálið og er að fá svona fleiri hugmyndir sem að tengjast inn á þetta og þetta er kannski eitthvað sem að er ekki öllum greinilegt og eitthvað sem að ekki allir vita eða allavega pæla mikið í. En þetta er þá unglingamál, þar að segja það mál sem að unglingar tala, en innan þessa viðfangsefnis þá auðvitað er hægt að tala mikið það sem er að koma upp frá samfélagsmiðlum, að það verða til nýyrði þar sem við náum að benda á nýja hluti sem að okkur þykir vera eða vera góðir, eins og til dæmis að tala græn eða rauð flögg, mansplaining sem að var reyndar orð ársins fyrir stuttu síðan sem var hrútskýring. En nú er ég ekki að fara að tala nýyrði eða eitthvað sem að hefur getað komið upp eftir að við urðum nettengd öllum. Mig langar að tala unglingamál, eldri kynslóða og hvernig sumt af því hefur náð að festa sig í tungumálinu. Og alveg að festa sig það mikið að við erum hætt að gera okkur grein fyrir því að einhver tíma var þetta nýtt og var mál ungrar, nýrrar kynslóðar. Ég ætla þá helst að einbeita mér að því að fjalla unglingamál þessa hóps sem að á ensku myndi kallast boomers. Við erum ekki komið með eitthvað skýrt orð fyrir þennan hóp á íslensku. Þetta orð er í rauninni notað sem nýðyrði, þar að segja eitthvað til þess að hæðast að eða niðra þennan hóp fólks sem að ungu fólki þykir kannski vera flokkur af fólki sem að hagar sér eftir ákveðnum stöðlum og mátum sem að ungt fólk skilur illa eða tengir ekki við eða þykir ekki í lagi. Enda varð heitið vinsælt upp úr notkuninni OK boomer. En orðið baby boomer og the baby boom er eitthvað sem að hefur verið til lengi innan sagnfræðinnar og bendir mjög skýrt á ákveðna kynslóð fólks. Og þetta er þá hópur fólks sem að fæðist upp úr lokum seinni heimsstyrjaldar. Fólk sem að fæðist eftir 1945 og er þá kynslóð sem að í fyrsta skipti í langan tíma er ekki að upplifa beinar stríðiserjur. Auðvitað er það ekki satt því að einn af skilgreinandi þáttum sögu þessarar kynslóðar er Víetnamstríðið. En það var eitthvað aðeins annað sem að var líka að gerast þetta leyti þegar að stríði lýkur. Það verður nefnilega til eitthvað sem að var ekki orðið jafn stór hluti í
menningunni, og það næstum því hægt að segja bara menningunni með greini, af því þetta gerðist eiginlega mest allan heim á sama tíma. Allavega virkar það þannig fyrir mér, því að þetta er komið upp eins og þetta sé ný hugmynd. Og það er að unglingurinn verður til. Nú er auðvitað unglingar alltaf búin að vera til, táningar hafa alltaf verið til, en það að kalla þetta ákveðin menningarhóp er eitthvað sem er nokkuð nýrra. Upp úr seinni heimsstyrjöld þá verður rock tónlist vinsæl, og þá ekki vinsæl með öllum. Eldri kynslóðin þoldi það illa, en unga nýja kynslóðin tók þessari nýju bylgju með prýði og með mikilli sátt. James Dean leikur í sínum fáu myndum á sinni stuttu ævi, og fólk fer almennt að hafa það talsvert betra. Við erum hætt að eiga við vandamál kynslóðanna á undan. Ungir menn eru ekki skikkaðir í stríð strax. Það eru ekki öll börn sem að fara að vinna á ökrum eða í námum jafnvel, leið og þau geta lyft verkfæri. Og efnahagur heimsins fer aðeins batnandi. Neytendamenningin bætist. Við förum að fjöldaframleiða mat. Kælibúnaður bætist, þá eins og að ísskápar verða til og þróast og fjöldaframleiðast og eru seldir allan heim, og tilkoma plastsins á sinn þátt í því að núna er hægt að reiða betur á það að sá matur sem þú kaupir þér mun endast lengur. Og þá eru áhyggjurnar orðnar færri heldur en þær hafa verið, og færri þurfa að vinna við erfiðisverk, og þau störf sem að við tengjum við miðstéttina, the middle class, þeim fer að fjölga. Allt þetta þýðir að við fórum að hafa það aðeins betra en við höfðum haft það á fyrri öldum, og unga fólkið þurfti ekki jafn mikið að hlaupa til starfa. Það gat þá farið að eyða tíma með vinum sínum, að stunda tísku, að vera í partíum, horfa á bíómyndir sem að eru gerðar fyrir sig og eru miðaðar að þessum nýja markhópi, og það verður til einmitt þessi ný útgáfa mannsins, þetta nýja tímabil sem er á milli þess að vera barn og að verða fullorðinn einstaklingur. Það sem að gerist óhjákvæmilega þegar að það verður til einhvers konar menningarkemi þar sem að ákveðin hópur stundar það helst að vera með sér og skilur aðra út undan, er að þessi hópur fer að tala einhvers konar mál sem að aðrir utan þessa hóps eru kannski síðri eða seinni til að skilja. Þetta gerist bæði innan kynþáttahópa og annarra minnihlutahópa, en þá eru líka unglingar sem að búa sér til mál eða búa sér til orð sem að ganga upp innan þessa hóps og fylgir þá kannski ekki reglum eða siðum þess máls sem að þau hafa lært, sem að er þá mál foreldra þeirra, mál eldra fólksins. Til verður málþróun sem að er í rauninni tvíeggja. Það er bæði að það detta úr tísku einhver orð
frá eldra máli og haldast þá illa í málinu, allavega hinnu daglegu talaða máli, og þá að ný orð verða til eða málvenjur breytast því að einhver ný hugmynd varð til. Ég ætla þá loksins að nefna einhver dæmi þetta, því þau eru ekki svo mörg sem að hafa allavega lifað af til þess dags í dag. Ég er ekki hluti af þessum hóp. Ég gerir mér ekki fulla grein fyrir því hvað þau hafa átt í sínu máli sem að hefur verið algerlega nýtt og þótt stangast á við hugmyndir eldri kynslóða. En út frá útliti málsins þá er greinilegt hvenar sumir hlutir hafa orðið til. Fyrsta orðið sem dettur í hug er orðið að djamma. Að djamma getur aðeins hafa komið frá ensku. To jam. To jam kemur eiginlega úr jazzmáli sem að hefur þaðan lekið inn í rockmálið. En í þeirri merkingu þá þýðir það einfaldlega það að leika af fingrum fram saman, sem sagt að fylgja einhvers konar flæði og njóta stundarinnar sem er. Þetta er þá yfirleitt eins og jam sessions sem að er þegar að hópur af fólki kemur saman til þess að til dæmis spila jazzstandarda þar sem að þeir sem eru saman í hljómsveit hafa kannski aldrei einu sinni hist áður og eru hreinlega bara að spinna lagið upp á stundinni. En það að djamma endaði á að vera tekið upp í annarri merkingu á íslenskunni og hjá þessum hópi, sem að er það hreinlega að stunda einhvers konar partí. Það að verða fullur niðri í bæ endaði á að heita að fara að djamma og jafnvel að þetta varð að nafnorði og að tala þá að fara á djammið. Þetta er eitthvað sem að getur ekki hafa verið til áður. Auðvitað eigum við orð sem að er eins og veisla, teiti og jafnvel í seinni tíð partí. En ekkert að því á við það sama eins og að fara niður í miðbæ og vera til dæmis röltandi frá einum skemmtistað til annars í leit að nýjum selskap á hverjum stað, að fylgja einhvers konar flæði augnabliksins. Þetta hefur verið nýyrði þessarar kynslóðar. Og þetta orð er ennþá notað. Maður fer að djamma og maður fer á djammið. Ég fæ aðeins aulahroll við að segja þetta núna, verð ég að játa. I cringe a little when I say this. Og ég er ekki alveg viss af hverju, en það gæti verið vegna þess að mín kynslóð hefur kannski ekki viljað nýta þetta gamla orð sem að hefur lifað þessu lífi allavega frá einmitt eins og boomera kynslóðinni og alveg niður að kynslóðinni fyrir neðan þau, sem að er kannski eitthvað sem að ég og mín kynslóð vildum fjarlægast, sem er þá yfirleitt kallað eins og Generation X. En við segðum þá kannski frekar að fara niður í bæ. To go downtown. Sem að getur aðeins þýtt eitt ef að þú ert að tala að gera það á ákveðnum tíma, vikunar og dags. Að þá ertu að fara á það sem að hét og heitir djammið. En það er áhugaverður hlutur sem ég verða að nefna líka sem dæmi, sem að er ekki beint stakt orð, en það er annars konar málbeiting. Það var eiginlega búið til viðskeyti. A suffix. Þetta var viðskeyti sem að var sett aftan á löng orð til þess að, stytta þau, en kannski líka draga úr eins og styrkleika orðsins. Að það þýddi ekki jafn beint það sem að hluturinn hefur þýtt og staðið fyrir á þeim tíma. Viðskeytið
ó. Það að segja að stytta eitthvað orð sem að gæti verið mörg atkvæði og að enda það á ói. Það eru mörg orð sem að þú ert nú þegar búin að læra. Ok, kannski ekki mörg orð. En það er eitt orð sem að er á bara A1, A2 stigi sem að þú hefur lært sem ert að læra tungumál og ert að læra íslensku, sem að er orðið hið almenna orð í dag fyrir þennan hlut, sem að var ekki þetta orð fyrir svo stuttu síðan. En þá er hægt að tala eins og gagnfræðiskóla eða gagnfræðaskóla í rauninni. Það myndi vera beinþýtt sem the school of utilitarian things to learn, the school of useful subjects. Hey, it's me. Sorry, I just wanted to interrupt a little bit. This is probably coming in at a very annoying AI-generated time in the podcast. To tell you that if you want access to the transcript of this episode, then you are able to access that via the Patreon page of the episode, link in the description. All right, back to the show. Sem að síðasta skólaþrepið sem að var skylda að fara í gegnum sem barn á þessum tíma. Sem að þá skóli sem þú ert í þegar þú ert 13 til 16 ára. Sem að ég held að sé þá skólaþrepið sem að heitir middle school. Fyrir high school. En gagnfræðaskólinn fékk að heita gaggó. Og það var alltaf talað gaggó þegar ungir krakkar og unglingar voru að tala skólan sem að hét þessu leiðinlega nafni. Gagnfræðaskólinn, gaggó. Nú hefur gagnfræðaskólinn ekki verið til lengi, þannig að þetta er svolítið svona forngripur í málinu og á við eitthvað sem að er útdautt. En það er ákveðin skóli í Reykjavík sem að varð til og varð vinsæll sem annar möguleiki heldur en sá eini kostur sem var í boði fyrir þá sem ætluðu að læra meira, sem ætluðu þá að fara í menntaskóla. En það var Verslunarskóli Íslands. Skemmtileg staðreynd Verslunarskóla Íslands. Skólinn er stofnaður þegar að við erum ennþá með gamla bókstafakerfið okkar. Þar sem að S-ið sem að kemur á undan L-inu í orðinu, þar að segja versl, var skrifað sem seta. Verslunarskóli Íslands. Þessu var seinna breytt og þú þarft þess vegna ekki að læra að nota einhvern mun á hvernig við setjum setu eða S inn í orðin okkar, því að í rauninni var þetta sama hljóð. En skólinn heitir ennþá þessu nafni með þessu seta í nafninu. Verslunarskóli Íslands. Mjög langt orð og óþjált og kannski ekki eitthvað sem að unglingar þessa tíma mildu vilja kalla þennan skóla. Þá og enn þann dag í dag heitir skólinn eða er hann kallaður Versló. Ég held að þið almenna heiti varðandi menntaskóla hafi mögulega verið kallað mentó á þeim tíma, en það er þá orðið nokkuð útdautt í dag vegna þess hversu margir menntaskólar eru orðnir til í Reykjavík og þess vegna þýðir það alla nokkuð lengur allavega sem heiti að tala mentó. Önnur stuttdæmi væri eins og að kennaradeild Háskóla Íslands, þar sem fólk lærir að verða grunnskóla eða menntaskóla kennarar. Hann heitir Kennó og er það ennþá í dag, eða við tölum hann sem Kennó. Og síðasta orðið er einmitt þetta orð sem að þið hafið lært sem er strætó. Strætó er styttingin á strætisvagn. Vagn þýðandi wagon og er
beint samheita orð á milli beggja mála, þar að segja íslensku og ensku. Vagn, wagon, að sjálfsögðu þetta það sama. Og stræti þýðir street. Fyrir utan sérhljóða þróanir beggja mála þá þetta líka einmitt fullkomið samheita orð. Þannig að íslenska orðið street wagon, sem að hefur kannski einmitt orðið til því að við fengum ekki nákvæmlega streetcar kerfi á Íslandi eins og varð til víða í Bandaríkjunum áður en að einkabíllinn tók yfir borgir og byggðir. En strætisvagnin var þá eins og langur bíll, eins og rúta sem að gat farið með margt fólk í einu á milli staða án þess að vera tengt við einhvers konar víra eða netakerfi, sem þá kannski munurinn á einmitt rútum og strætisvögnum og streetcars. En strætisvagn mjög óþjált orð og langt fyrir eitthvað sem að væri einfaldlega hægt að segja sem strætó. Og hérna það orðið formlega orðið fyrir þetta. Ef þú ætlar að skoða upplýsingar strætisvagna kerfið á Íslandi, þá ferð á strætó.is. Þú kaupir miða í strætó. Þetta orðið stofnorðið. Og við gerum okkur kannski ekki í grein fyrir því að þaðan þetta komið. Ég held jú að flestir Íslendingar geri það, en fyrir þá sem að koma nýir inn í málið, eru kannski seinni að kveikja á þessari peru að þarna sé orðin einhver stytting í málinu sem gengur ekki upp eða þýðir ekki neitt fyrir þér. Því hvað þýðir stofnin stræt og strætó? Jú, þetta bara búmeram orð fyrir strætisvagn. En eitt að lokum sem að mig langar að nefna, sem að kannski eitthvað sem að þú sem að ert nýr í málinu hefur eflaust aldrei heyrt, en allir Íslendingar hafa heyrt, og þetta máltæki sem að hefur verið grín fyrri kynslóða sem að við skiljum ekki lengur í dag en segjum ennþá. Þetta hafa þá verið búmerar eða jafnvel ennþá eldri kynslóð sem að ákvað að gera orðagrín á milli mála, milli tungumála sem að þau kunnu, og síðan þá erum við hætt að skilja eða lesa þetta mál jafn mikið og skiljum því ekki uppruna þessa gríns, en tökum það bara máltækinu eins og það Máltækið frá blautu barnsbeini, og það þýðir einfaldlega að hafa gert eitthvað í langan tíma eða alla ævi. Eins og þú veist, frá því að ég var barn. En blaut barnsbein og frá blautu barnsbeini þið beinþýtt á ensku sem from a wet child's bone, sem að þýðir ekki neitt. Þú hefur aldrei verið á þeim stað að þú hefur verið að pæla í því hvort að beinin þín hafa verið blaut. Þú hefur vonandi alla tíð verið með húð og vöðvakerfi sem umlykur beinin þín, og þú ert þá ekkert að pæla í því hvort að það sé blautt eða ekki. Þetta máltæki grín þýðing á máltæki frá dönsku. En áður en stríð hófst þá var hið mest talaða mál á Íslandi fyrir utan íslenskuna danska, en það vorum við undir danskri krúnu áður en við urðum sjálfstæð. Frá blöð barnsbein, frá blautu barnsbeini. Hljómar mjög líkt og bókstaflega það sama, en bókstafarnir þýða ekki það sama, og það hérna sem að grínið hefur verið uppsett í gamla daga þegar að fólk
bjó þennan frasa til á íslensku. Blöð þýðir ekki blautt, það þýðir mjúkt. Og bein ekki bein, heldur það leggur. Frá blöðu barnsbein þýðir þá frá mjúkum barnsleggjum. Og þá ertu í máltækinu að eiga við að þú hafir til dæmis verið að gera eitthvað frá blöðu barnsbein, frá því að þú varst svo ungur að lærleggirnir þínir voru ennþá mjúkir. Að beinin voru ekki orðin full þroskuð og full mótuð og þú ekki búin að ganga þau til. Leggirnir þínir eru mjúkir. Síðan þetta grín varð til höfum við verið að gleyma dönskunu okkar meir og meir, en máltækið enn til í þessari vitlausu þýðingu. Þannig að tæplega gott grín fyrri kynslóða hefur markað og sest inn í mál allarar þjóðar og allra þeirra sem að tala það án þess að við gerum okkur svo mikið grein fyrir því. Maður endar þá á að spyrja sig hvaða orð frá minni kynslóð eru að fara að setjast inn í málið þannig að börn komandi kynslóða eftir 50 eða 60 ár muni eiga erfitt með að reyna að skilja. Þetta var aðeins lengra en ég ætlaði mér. Ég vona að ég nái að senda þetta út á réttum tíma. En ég ætla þá ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta. Og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.